Þetta er örlítið kynning á því hvernig við breytum grunnsíðunum okkar inn á samspilsvefnum fyrir samspilshópinn í Selaskóla og ég ætla að fara aðeins yfir það hvernig við förum í gegnum þetta, hvernig við gerum þetta, hvernig við vinnum þetta í WordPress kerfinu. Þessi kynning ætti náttúrulega líka að virka fyrir í rauninni WordPress en náttúrulega sérstaklega miður fyrir þessa heimasíðu. Ég er búinn að búa til sem sagt hérna síðuna hann Jón Jónsson og ég ætla að byrja því að breyta henni. Hjá flestum þá lítur síðan svona út. Það er sem sagt, það er einhver fyrirsögn. Það er hérna svæði þar sem maður getur gert athugasemdir og það geta allir gert athugasemdir við það sem stendur á síðunni og svo er svæði til hliðar þar sem eru tenglar, það eru söfn, það eru flokkar yfir hérna síðurnar eins og það eru flokkar niður eftir efnisorðum og já, þetta og ýmsar hérna ýmsir tenglar sem hægt að svona fljótlega flakka á milli. Þetta er mjög gott að hafa á flestum síðum. Stundum vill maður hafa þetta, stundum vill maður ekki gera það. En ég ætla að byrja á því að breyta þessu svæði þannig að hér komi eitthvað efni. Þannig að það verði eitthvað innihald, eitthvað kjöt á beinunum. Til þess að gera það þá þurfum við náttúrulega að skrá okkur inn á stjórnborðið með notendanafn og lykilorði og það gerum við yfirleitt með því að fara hér stendur yfirleitt innskráning og það er hérna neðst á öllum síðum en þar sem ég er innskráð þá stendur hérna kerfistjórn. Við förum þá einfaldlega að innskráum okkur inn og þegar við komum inn þá lítur stjórnborðið okkar út svona og við höfum hér einhverjar svona flýtivísanir á einar ýmsu skipanir sem við getum notað en yfirleitt nota maður þetta mjög lítið hér. Grunnatriðin sem við notum er yfirleitt þessi hérna á stíkunni til vinstri og það sem við ætlum að gera, við ætlum að reyna að breyta einni síðu. Förum inn í síður og þar sjáum við allar síðurnar sem eru inn á kerfinu og það eru það bil eitthvað staðar á tæplega 30 síður og gætum mögulega þurft sem getur þurft að fletta hérna yfir, sérstaklega þeir sem eru aftarlega í stafrófinu þeir eru að fletta hérna yfir og finna sínar síður á blaðsíðu 2. En Jón, hann er heppinn, hann er á fyrstu blaðsíðunni og við ætlum að breyta honum. Við ætlum að bara smetla honum eða smetla á breyta. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að setja þarna inn mynd, við ætlum að setja inn einhver texta og við ætlum að taka út möguleikana á að skrifa ummæli og við ætlum að flokka síðuna þannig að hún sé birtist rétt á heimasíðu, á hérna heildarvefnum. Til þess að byrja með þá einfallega náum við okkur í einhverja mynd og við gætum farið hér og hlaðið upp skrám, valið myndir úr tölunni, dregið þær inn hingað og inn á vefinn eða valið skráður hérna og fundið þær tölunni. Ég hins vegar með mynd af mér sem ég ætla bara að nota og nota hana, merki hana bara og vel setja hann á síðu. Þegar hún er komin og hún er náttúrulega í ykkur ákveðin stærð og við getum stækkað og minkað hana eftir vild. Þetta er svona eiginlega fínt svona og við getum breytt sem sagt hvernig hún lítur út, hvort hún eða sem sagt hvernig hún kemur á síðuna, hvort hún er miðjujöfnuð, hægrijöfnuð eða vinstrijöfnuð, hvort að textinn flæðir utan um hana eða hvort að sem sagt textinn er í línu við myndina. En við ætlum að láta textan flæða um hana. Það sem þá gerist hér er að við bara skrifum textan okkur, eitthvað skilur þetta hver við erum. Hérna þetta er texti hann Jón og við getum ítt á uppfæruna og þá sjáum við mjög fljótlega að snögtaliðið að hér er komin mynd, hér er komin eitthvað texti hann Jón við erum ennþá með athugasemdatálkinn hérna en við erum komið með eitthvað efni inn á. Sjálfsögðu verður því náttúrulega með mikið meira efni heldur en einhverja eina setningu. Hérna
Eitt sem er líka gott að hafa í huga er að það þó að textin virðist klestur hér upp með myndina, þá gerist það ekki hérna á síðunni. Það er alltaf svona talsverður rammi hérna utan myndina sem að gefur svona pláss. Þannig að þetta verður aðeins fallegra. Næsta sem við gerum, við ætlum að taka þessi ummæli í burtu og þá getum við lent í því að við erum ekki með þessa hérna stiku sem er hér fyrir neðan, þessi umræða. Þá getum við þurft að fara hér upp í stilla skjá og haka við hérna umræða. Þá birtist þessi dálkur hérna, eða þessi lína. Og eins og við þurfum að gera er að fara hérna, taka, leyfa ummæli og leyfa bakvísnir, uppfæra og endurhlaða síðuna og þá sjáum við það að þessi textabókstið til þess að skrifa ummæli við efni síðunar er farið. Næsta sem við gerum er að við þurfum að skrá síðuna í ákveðna flokka. Síðan, heildar heimasíðan, heldur utanum allar síður eftir flokkum sem auðveldar flokki af afræðum síðuna. Nú er engin svona Jóns flokkur þarna, þannig að hugmyndin er nefnilega að ef að einhver smellir hér til dæmis á logi í flokkum og þá fá hann allar færslur, allar síður sem tengjast honum. Og þá þurfum við bara að búa til nýjan flokk fyrir Jón, og það er það Jón. Bætum honum við, þá er hann orðinn skráður hérna inn í það flokk, en við viljum líka að þetta tengist samspil 2015 og við getum alltaf bætt við miklu fleiri flokkum eftir sem við á og eftir sem efni síðunar segir til um. Ef við uppfærum það, að þá sjáum við það þegar við förum á síðuna og endurhlaðum hana, að þá bætist við flokkurinn Jón og við smeltum hann, að þá kemur hér þessi síða Jón. Það sem við gerum næst er, ef að við viljum losna við þetta hér, þá getum við breytt útliti síðunar. Við getum losað okkur við þennan dálk þarna og það gerum við með því að fara hér niður í einkenni síðu og í sniðmátið og þar getum við breytt útliti síðunar á milli sjálfgeða sniðut, blog, full width page og full width page no title. Og við getum farið í page builder home sem er, þá getum við raðað síðunni aðeins meira saman en ég mæli ekki með því. Sjálfgerðan sniðmátið, það er raunin bara það sem við byrjuðum með. Bloggið er hins vegar eitthvað sem við eigum ekki að snerta þarna, við hefum ekki nota það. Við notum þá annarkvæmt sjálfgerðan sniðmátið, full width page eða full width page no title og ef við viljum losna við hérna orðan hér hægra megin, að þá veljum við full width page. Við veljum bara uppfara hérna uppi, endurhlaðum síðuna, endurhlaðum síðuna og þá er hún farin. Þess að borðin. Hérna, ef við viljum, að þá getum við líka valið það að láta titilinn á síðunni ekki birtast og þá náttúrulega veljum við í sama sögustillingar, veljum full width page no title en þá finnst vera svona frekar ekki fallegt. Þá er þetta komið, nú er síðan komin netið tilbúinn og hérna þeir eru opinbera persónu þar. Takk fyrir.